til. Perlan titlar hlaðið hér, eldur blágrári kápað sér, flauelshúf á höfði ber. Hún sjálfsagt að gá að mér, alinn upp við hinn sama sið. Sækjum við heim í dalsins frið, ekki furða eins og við. Elskum blómin og sólskini, þegar hún gistir glöð og góð. Gengst ég upp eftir björtu hljóð, engin skáldkona okkar þjóð. Yrkir fallegri vögguljóð. Söguna hér ég samanlegg, sumarið bless og strík mitt skegg, holur eina ég veit í vegg, vandana körf og dröfnótt egg. Söguna hér ég samanlegg, sumarið bless og strík mitt skegg, holur eina ég veit í vegg, vandana körf og dröfnótt egg. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. Wait a minute. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. Lóan syngur dirrindi og bí. Lóan syngur dirrindi og bí. Allir fagna og allir fagna og allir fagna því. Lóan syngur dirrindi og bí. Lóan syngur dirrindi og bí. Allir fagna og allir fagna og allir fagna því. Sæl og blessuð lóan litla, lóan mín á heiði, nú ber vel í veiði, sólskín í heiði, og já, sæl og blessuð lóan litla, lóan mín á heiði, nú ber vel í veiði,
sofið fyrir söngvunum þeim. Gaman að lifa þegar lóan kemur heim. Ég get ekki sofið fyrir söngvunum þeim. Lóan syngur dyrrindi og bí. Lóan syngur dyrrindi og bí. Allir fagna því. Blikar á lúðra, blakta fánar og slúðra, sumarið kemur í dag. Skrúðgang og skátar, hattar, kaskeit og bátar, áfram nú allir af stað. Í dag kom sumar yfir sæinn, kom með sveiflu og nýjum skóm, gifti Ísland og vetrarklóm, gaf því blóm. Fram nú reynd að ganga í takt, vinstri, hægri, nei, þetta skakt. Sjúðu upp í nefið og lokaðu búð, fjallkonan komin í skrúð. Það hún Áslaug. Hérna laug, Áslaug. Hérna laug, Áslaug. Hérna laug, Áslaug. Hérna laug, Áslaug. Skarði vaksa blóm, gul og rauð og blá. Eitt lítið, annað stórt, einum leyfist, annar ekki má. Þau eiga öll sín leyndarmál sem enginn vita má. Ein rósa Herrans náð, önnur bara vesöl Baldurs brá. Þau dreymir sumar langt, meira sólskinn lengri dag, safaríka jörð, betra líf á betri stað.
Gleðilegt sumar, Ásta. Gleðilegt sumar, Valgeir. Já. Hvað var? Það eitthvað tæknilegir örðuleikar. Þetta hljóðut, þeir komin inn núna. Það voru tæknilegir örðuleikar, það góð sviti. Það byrja með smá örðuleikum, hlýtur að gera góða útkomu. Gleðilegt sumar. Ég ætla að biðja ykkur öll að taka eftir því hvað við höfum gert mikið í því að klæðast sumarlitunum og við erum í rauninni sem sagt, já, við samtengt með þessu sjali, þá getum við vingsa hérna á milli og látið græna litin flæða. Já, ég fæ að skarta þessu bindi hérna, þetta er sérstakt sumarbindi. Já, ég ætla nú að spyrja hvort þetta væri nokkuð sumarbindindis bindi. Já, það mættir bara líta þannig á þetta. Þess að þú ættir að leggja allt frá því sem heitir svona óhóf. Óhóf, já. Og ná mér í smá hóf. Já, það er hóf í hófi. Hóf í hófi. Já. En við erum sérst búin að vera að velta vöngum og hann Sindri, sem að þarna er aldrei hérna fyrir fram að vélina, heldur alltaf til hliðar og vinnur þessi verk sem að við þarna mörg handtök og margt sem við höfum lært á þessu tímabili frá því við byrjuðum í desember að setjast í stofu og bjóða okkur heim til okkar í stofuna og í tónstofuna hans Valgeirs núna. Við byrjuðum nú í sagnastofunum, en núna erum við komin á jarðhæðina, við erum komin aðeins meira niður á jörðina. Ekki satt? Algjörlega, við erum bara alveg jarðtengt þvílíkt að hér getur ekkert klikkað. Nei, enda erum við með hérna sérst, hjá okkur í meira segja inn í stofu, en það er verið að spara hana, hana Gurrí, Helgadóttur, en hún er að horfa á okkur úr sófanum gegn mér, en hún er nú aldeilis jörðin, táknjarðar og grósku, þannig að þetta er að gera að heiðra minnstakosti bæði sumarið og Gurrí með þessum lit. Já, hún er eini áhorfandinn hérna. Fyrir það Sindra og hundin. Hundurinn er það líka. Já, við erum með hund. Já, hann sést bara trölli, ekki. Já, við erum að vera svo Helgi Björns, hafa hund. Já. Já. En það sem við höfum verið að gera, og ekki síður ég og Sindri, að við höfum verið að velta vöngum yfir því upphaf þessa alls. Og Sindri er nú sko geipilega fróðleiksfús maður, ungur maður, og hann byrjaði nú að segja mig, Ásta, þú veist að sumardagurinn fyrsti kemur úr íslenska tíð. Það var nú ekki á hverjum stað og hverju landi sem að árinu var skipt í tvennt, í sumar og vetur, og við skulum hafa það í huga. Og hann sagði meira, hann Sindri, hann sagði nefnilega það sem að ég ekki vissi, eða ég ekki mundi, að sumardagurinn fyrsti var upphaf nýs árs á Íslandi. Og þess vegna höfum við talið aldurinn í vetrum. Já. Hvað telur þú þig að vera margra vetra? Ég er 69 vetra gamall. Já, og stendur eitthvað til að fjölga þeim vetrum? Já, þann kemur í janúar á næsta ári. Þá kemur hvað? Þá verður þessi númer 70. Þá verður 70 vetra? Þá verður ég 70 vetra. Já, og það hljómar mjög traust. Já, það er eins gott að sumari kemur inn á milli. En annað var sem kom fram í þessu grúski okkar Sindra, og það var það að 4 heilum öldum áður en jólagjafir hófust á Íslandi, 4 öldum tíðkuðust sumargjafir. Það fannst mér merkilegt. Ég man eftir þessu, ég var nýfemtur þegar þetta byrjaði. Já, þú ert þetta með alveg ótrúlega gott minni. Já. Það er ekki ég man þetta spurning. mjög vel. Já, ég veit það. En hvað kemur meira hérna á þessum litla fallega miða mínum sem ég átti að tíunda hér í þessa litlu stund okkar. Já. Og það er svolítið merkilegt því að við erum svo upptekin af tíðunum hérna. Við vorum með þorra og við höfðum þáttum þorra og góu, og þorrin tengist bóndadegi og góan tengist konudegi, en sumardagurinn fyrsti tengdist ungum stúlkum og var á tíma kallaður ungmeyjardagur. Þetta finnst mér svolítið skemmtilegt. Já, það er að verið þarna langt á undan sinni framtíð. Svo samtíð. Nei, já, framtíð, já, það er rétt. Menna það er fengu þarna heilan dag. En sko þegar við erum að tala um bóndadaginn, sem er þá fyrsti dagur í þorra,
og konudaginn sem fyrsti dagurinn í Góu, þá var þessi ungmeyjadagur fyrsti dagurinn í Hörpu og hann einmitt núna. Já. Fyrsti dagurinn í Hörpu og það sumardagurinn fyrsti. Fólk má ekki rugla þessu sama við tónleikahúsið í Reykjavík. Þetta önnur harpa. En það getur nú bara vel verið akkur má ekki rugla því saman. Ekki ágætt að minnast Hörpunar í Hörpunni? Ábyggilega. Já, ég segi það líka. Ég held að það sé gert bara hverjum degi. En svo þetta sem að þjóð veit og þjóðtrúin okkar og hún hefur nú aldrei lifað í gegnum tímana tvenna og það það að það var síðasti vetrardagur í gær. Já, ég verð að segja að ég var svo upptekinn á sumardeginum fyrsta að ég bara spáði ekkert í vetrardaginn síðan. En það var svolítið svalt og ég var svo glöð yfir því hversu svalt var í gær því að þjóðtrúin segir að það frýs á milli síðasta vetrardags og sumardagsins fyrsta þá boðar það gott sumar. Já. Þannig að þetta svolítið alvarlegt. Það var í rauninni svolítið væta og ekki algjört frost í nótt. Nei. Ekki hér á Eyrarbakka. Nei. Svona það nú. Svona lífið bara fyrir að vakta þetta. En svo svolítið merkilegt að því að við vorum að tala ungmeyjarnar og ungmeyjardaginn og dagur yngismeyja, hvað sagði ég? Að þá, að því að nú þjóðin, hún byggir á og hefur velferð okkar þjóðar og hagur hefur byggt á fiskimiðunum okkar. Já. Og veiðunum okkar og á sumardaginn fyrsta að þá var nokkuð sem hét sumardagsfiskur og það orð var til í Vestmannaeyjum og ástæðan fyrir því að sumardagsfiskur fekk þetta heiti var sú að sjómenn sem fóru til róðra þeir gáfu eiginkonu sínum afla þess dags og þeim afla máttu eiginkonurnar ráðstafa að vild. Þetta finnst mér mjög fallegt og í anda Hörpunar og yngismeyjana framhald af konudeginum og virðingu fyrir konum. Hvað segir þú það? Ég bara tek undir allt sem þú segir. Já, þú ert svolítið ánægð með mig. Alveg klárlega. Það eins gott fyrir þig líka. En síðan nú ýmislegt sko. Við tegjum okkur langt aftur í tíman og það eitt sem að Sindri hann alveg rak upp stór augu. Já. Þegar hann sá það að á sumardeginu fyrsta var búið að messa til margra ára ef ekki alda á Íslandi. Það var messað á sumardeginu fyrsta. Já, það var 4 öldum ekki satt áður en fólk fór að gefa jólagjafir. Þú ert með þetta? Já. En hvað gerist árið 1744? Ég man það ekki. Nei, ég á að muna það. Ég veit það, en þú manst það eftir þetta. Já. Var ekki Danirnir í fílu Alveg. Sem réðu okkur, yfir okkur og þeir bara komuð sér og bönnuðu Íslendingum að messa á sumardaginn fyrsta 1744. Já. Þetta finnst mér nú alveg svakalegt. Já, Danir eru drengir góðir. Já, þeir hafa nú sett mark sitt á þjóðarsál. Já. En hafa nú aftur á móti, heyrðu, handritin voru að koma í gær á síðasta vetrardegi. Nei, Flateyjarbók. Já, það voru handritin. Já, ég segi það. Já. Þannig að þeir eru ekki alls slæmir, Danirnir sko. Og það kom með varskipinu Veðurinn. Veðurinn? Já, sem að mér skilst að þýðir hrúturinn. Já. Nefn það sé geithafur, ég veit það ekki. Þannig að skipið kannski svona hafurslegt. Já. Hafskip, hafurskip. Já, en svo heldum við áfram, þetta er nefnilega allt svo skemmtilegt, að það má ekki gleyma því að sumardagurinn fyrsti og var á sínum tíma tileinkaður ungu fólki og börnum og það eru margir sem enn í dag kalla sumardaginn fyrsta barnadaginn og þá gert ýmislegt og í morgun þegar við fórum hérna út á hlaðum 8-leytið þá voru foreldri, við sáum einn myndarlegan föður með 2 dætur sem báru hvor sig sína sumargjöfina sem voru sikkur flugvélin, blá og rauð
og þetta barnadagurinn. Svo leiti ég yfir á næstu götu sem nú bara 2 svona megin götur hérna samhliða, það var Túngatan og þá bara eldsnemma voru börnin hjólandi fram og tilbaka á barnadeginum, sumardeginum fyrsta. Þetta fannst mér fallegt. Það var svalur morgun, það gæti hafa frosið á milli. Ég veit það ekki. En svo var formlegt ákveðið, formlega 1921 að gera sumardaginn fyrsta að stuðningsdegi fyrir börn og þá var að formlega kallaður barnadagurinn. Þetta er ekki nóg, því að þetta, hlustaðu nú á, þetta er 1921. Hvaða dagur er núna? Það er bara... Ár, minni ég. Ár, það eru 100 ár. En þú veist ekki búin að segja mér árið. 2021. Já, 1921. Er það ekki örugglega núna? Jú, já, þetta er ok, það er allt í lagi, þá réðstu við þetta. Já. En sem sagt, hér stendur upprópunamerki hjá mér, barnadagurinn í 100 ár 2021. Og svo var þetta yndislega félag stofnað sem hét Barnavinafélagið Sumargjöf. Og Barnavinafélagið Sumargjöf tók sér til og stofnaði barnaheimili. Bæði dagheimili og vöggustofur, dagvöggustofur og svo framvegis. Og þetta var viðleitni þeirra sem stofnuðu félagið til að mæta mæðrum sem áttu ekki við mikil efni, lifðu ekki, sem voru frekar við fátækt og þurftu að vinna mikið og þá þurftu að koma börnunum í gott skjóla meðan. Ég var svo heppin að vinna fyrir sumargjöf því ég byrjaði á því sumari sem ég var 12 ára og var í 5 sumur í einu slíku barnaheimili sem var barnaheimili í Steinahlíð. Og það var barnavinafélagið Sumargjöf sem að réð mig til starfa. Þú býrð að því enn? Ég býð að því enn. Heyrðu hvernig ég tala skýrt og vel til þín til dæmis? Já. Alveg sérstakt. Ég var alin upp að Ídu Ingólfsdóttur í Steinahlíð. Alveg. Hún var sko kjarnakona með fulla bringu af stóri hjarta. Já. Og góðri sál. Ég fekk að leika jólasveinar einu sinni. Já, enda ertu barn. Með Þorleifi Haukssyni. Þú ert alltaf með svo fínu fólki. Já. Ég veit að þetta er merkismaður Þorleifur Hauksson. Já. En svo ertu með gítar þarna vegna þess að mér langar til þess að gera það sem að hann var líka svo sérstaklega upptekinn af Sindri og það var að hann fann sagt, í bókinas Árna Björnssonar þá fann hann ljóð eða vísu sem er elsta persónulega prentaða sumarkveðjan á Íslandi frá 1817. Já, hún var ekki prentuð, þetta var bara bréf. Já, skrifuð þá. Já, skrifuð. Elsta, allar leiður þetta mér svona í beinni útsendingu. Já, þetta var prívat bréf. Já, ég skil, ok, elsta persónulega sumarkveðja prenti 1817. Heyrðu, þá mátt þú bara halda áfram og ljúka þessu litla spjalli okkar. Ég held að við séum bara komið með flest sem ég ætla að spjalla um. Þetta voru 2 svona öndvegismenn hérna, Sigurður Pétursson sem að var sem sagt sýslumaður og leikrita höfundur. Eiginlega bara sá fyrsti held ég sem að... Já, það stendur þarna. Já, gerði og hann sendi Sigurði Torgrímsen landfógeta árið 1817 og það er sagt sem sagt í bókina Árna Björnssonar að sem sagt þessi vísa virðist hafa verið gerð og ætluð til söngs. Já, en það var ekkert lag sem við höfðum. Nei, þannig að ég bara tók mig til. Og hvað sagðu við? Nú, skellt í lag. Já. Og það var lag. Til að vita hvort ég náði þessu. Elskulegi landfógeti, lastið ekki það ég gel. Þetta er sem sagt sögnin að gala. Lastið ekki það ég gel. Heldur bið ég og
á heldur bið ég og blíður meti, bögu þá af hendi sel. Þetta nú svolítið svona snúinn kveðskapur. Ég skildi þetta enga við til að byrja með. Elskiður Guð og gumar, gleðilegt og indælt sumar, jafna niður vegni vel, jafna niður vegni vel. Þetta er svona þungt og Ja. að því ég sagði við, ég hef ekki skilið þetta alveg strax og þá væntanlega eru þið þarna heima sem ekki skiljið öll orðin sem við verið að nota. Já, Þegar nú þetta er það font, þetta er fyrir 1817 Já. og þetta er vísa og maður reynir vilt að koma sem mestu fyrir í vísum. Þannig að þú ætti kannski að taka þetta eina ferðina enn og vera með orðskýringar. já, það er bara. Elskulegi landfógeti, lastið ekki það ég gel, lastið ekki það ég gel, heldur bið ég og blíður meti, bögu þá af hendi sel. Bögur, það vissi ég til dæmis ekki hvað, fattaði það ekki strax. Nei, bagan, það er náttúrulega bara vísan. Ég segi það. Elskiður Guð og gumar, gleðilegt og indælt sumar, jafna niður vegni vel, jafna niður vegni vel. Og við skulum bara láta þetta fara til allra sem er að hlusta á þetta Já, og láta þetta fólk segja öllum sem það þekkir frá þessu fyrstu íslensku sumargjöfinni. og síðan, auðvitað, Ekki sumargjöfinni. nei, sumar kveðjunni. Já, þetta var sumarkveðja. Já, þetta er ekkert mál, en það sem er líka sko, að þú skulur hafa gert þetta lag á engum tíma og flutta hér Á engum tíma. og mjög vel valið. Takk fyrir það. Já, en ég ætla takk. að byrja þig með þessu yndislegan af því að þú varst að tala um guma. Já. Mér finnst það líka svolítið spennandi af því að gumar eru auðvitað drengir Jú, og menn. Jú, jú. En nú er hann farin að gelta hundurinn en það er bara að hafa það. Gurri kannski getur stoppað það. Ég skal stoppa þegar það Valgeir byrjar að syngja. En þú ferð á millistóla Já. og ég ætla að stoppa trölla hundin okkar og þú ætlar að taka eitthvað sumarlag sem allir kunna. Ertu ekki til í það? Jú, ég held að ég sé tilbúin í það. Býttu nú við. Ég ætla að fá að ganga hérna frá. Býttu nú við, þetta er hérna. Já. Bam. Býttu nú við. Nú þarf maður að finna, búa sér til tíma og ég ætla hérna að spila hér lag sem að allir eiga að þekkja og það heitir nú bara Sumar. Býttu nú við, þarna eru þið. Þetta heitir Sumar, þetta er kvæði eftir Steingrím Thorsteinsson við erlent lag og þetta hljómar einhvern veginn svona. Nú er sumar, gleðjist gumar, gaman er í dag, brosir veröld víða, veður lagsins blíða, eikur yndis hag, látum spretta spori létta, spræka fáka nú, eftir sitji engi, örvar víf og drengi, sumar skemmtun sú. Tíminn líður, tíminn býður, sælan sólskins dag, yndi er út á grundum, yndi heim þá skundum, seint sólarlag. Þetta er fallegt. Þetta finnst mér fallegt lag og fallegt kvæði. Og við munum nú ýmislegt, fólk sem var að nálgast 70-aldurinn og hérna ég glemdi auðvitað að spyrja þig og við gerum það bara seinna næsta sumardaginn fyrsta. Já. Þá spyr ég þig hvernig þetta var hjá þér sem litlum dreng. Já, ég get... Nei, það er alltaf langt. Nei, ég bara get sagt þér eitt, á sumardaginn fyrsta, Já, þegar ég hef verið 5 ára gamall, já, þá fórum við niður á Bernhöfstorfuna, já, þar sem að var svona
einhver vogulega fín leiksýning svona vorið og búningar og dót og ég náði sem sagt að fara þarna kvenna megin það sem að núllið Já, klósettinn, það Já, voru. og ég stóð við girðingu þar og í gráum svona ullarfrakka. Þú hefur verið svona fínn. Ég var svona fínn, þetta var svo stór Þú dagur. hefur ekki verið á sportsokkum. Nei, ég var ekki í sportsokkum. En hvað gerðist? Það var tekin mynd af mér og hún birtist í Alþýðublaðinu. Nei. Fyrsta myndin, Þarna þar sem að ég lét af mér kveða sem menningar frömuður í uppsiglingu. Hornsteinin lagður Já, til hamingju. á núllinu. Kvenna megin. Það passar að hefjast á núlli. Þá er ein leið upp. Já, bara ein leið upp. Já. En núna eru við að fá hennar dásamlega gest til okkar hana Gurrí. En það sem við Sindri gerðum líka, að við heimsóttum hana. Alveg rétt. Á vinnustæðin hennar. Alveg rétt. Og vinnustæðin hennar á vegum Landbúnaðarháskólans en hún vil nú gjarnan kalla þetta Garðyrkjuskólan. En það á Reykjum í Hveragerði. Og hvað gerði Sindri? Hann auðvitað var með vélina og tók okkur upp og Gurrí í sínu öllu sínu veldi. Og hún neitar því að ég kalla sér drottningu en ég líti á hana sem drottninguna. Hún hefur ekkert það að segja. Hún ræður engum það. Nei. En nú fáum við að sjá afrakstur þessara heimsóknar og svo þegar það búið að þá Gurrí komin í stólinn sem þú sást í áðan. Já, ég vona að sé volgur en. Hún voða lítið fyrir volkastól. Já, gott. Já. Þetta garðskálinn okkar hérna í Garðyrkjuskólanum á Reykjum. Í grunninn þetta gamall garðskáli, hann teiknaður þegar skólinn byggður fyrir svona 50 árum. En síðan var hann orðinn ansi dapur og hér var burðarvirkið og allir ryðgað, plasti fauk af í áfengum og alltaf eitthvað brjálaði, þá fauk ekki. Spennandi. Þannig að við vorum árum saman að berjast fyrir því að fá fjármagn til endurbóta. En svo eigum við eftir að leggja hellur og gróðursetja plöntur og gera þetta fallegum inn í garði. Við erum með gamla tjörn hérna inni þar sem eru gullfiskar. Nei, sko. Og þeir eru núna í fóstri hjá einum starfsmanni og við fáum það bara aftur þegar tjörnin verður klár. Þetta hinn upprunalega? Já, þetta er upprunalega. En skemmtileg. Þannig að það tókst að verja hann. Og hér er hjarta Garðyrkjunnar. Við erum hérna á Reykjum í Ölfusi. Og hér hefur Garðyrkjuskólinn verið starfandi frá 1939. Og þetta skrautlega, þessi höggmyndi, þetta eru burðarvirki? Þetta er burðarvirkið og þetta er kallið tré. Þetta er öðruvísi tré heldur en við erum vönu að rækta. Ég var einmitt að hugsa því lítið af þetta þess að kalla þetta höggmyndir af trjám. Ég greip prjónapókan með mér og eina gatni sem var í pókanum voru fjólubláa litir. Þannig að ég prjóna fjólupeysu og prjónaði fjólupeysu. Svo kláraðist dökk fjólubláa gatni, þannig upprunalegu fjólupeysunni, þetta er svona þriðja fjólupeysun sem ég prjóna, að þá er ljós fjólublátt í efri blöðunum á bakliðinni sem er mjög óheppilegt fyrir mig sem er svona nörd í plöntufræðum. Það tekur enginn eftir þessu. En svo er fjólan í merki Garðyrkjuskólans gamla. Og svo náttúrulega amma mín er frá Eyrarbakka og amma hélt rosalega mikið upp á íslensku fjóluna og ég veit ekki hvað ég fór margar ferðir upp á flóan að finna fjólur eitthvað stærri vegköntum og fara með í garðin hjá ömmu þar sem hún gróðsett þær og alltaf hurfu þær. Hún var alltaf að setja á svo góðan stað, velja en besta staðinn í garðin með fjólan vildi frekar vera svona eitthvað stærri í mölinu og í vegkantinu. Hún er svo hörð. Já, en ég var alltaf send sækja fjólur. Við erum hérna í tilraunagróðurhúsinu okkar og hér fara fram garðyrkjutilraunir en hér er líka nemendaklefinn þar sem nemendur okkar við ræktum hérna plöntur fyrir nemendur. Hér er svona sérstök gúrka sem kölluð kaktusgúrka en við höfum reyndar áhuga því að hún verði bara kölluð gaddakiljugúrka. Ég sá það er minna á svona gaddakilju. Það eru svona litli gaddar á henni hérna og finnur það og ítir á þetta stingur. Og hvað? Já. Þannig að þú veist að maður mætir með þetta til mömmu bara hérna að fá mat. Þá getur hann ekki að með fórum. Þetta er kirsuberi. Konfekt eru aðeins öðruvísi í laginu. Viltu smaka?
Vá, þetta er falleg. Þetta er kirsuber. Já. Vá, maður tími ekki borða þetta, sko. Þú getur bara fengið þér annan aftur. En sko þessi tómati sem þú varst að borða, volgur beint af plöntunni, bragðið af honum er svo rosalega mikið, þetta er svona bragðsprengja í munnum. Þarna uppi er svona spóla og með bandspotta á. Þetta er svona eins og talía. Já, og síðan eftir því sem plantan lengist, að þá losa maður band af spólunni, vefur þetta með toppinn og leggur stylkinn til hliðar. Svo lengist plantan, við bindum hana lengra upp og leggjum hana niður þannig að þá er komin hingað. Þannig að rótin eða stöngutin sem byrjar hér, að hann endar hér. Skilur, þannig að þroskuðu tómatarnir eru það þannig að þú þarft ekki að klifra upp í stiga, heldur eru þér hérna það sem þú átt að sækja. Aðalstarfsfólkið eða aðalstarfskrafturinn í svona klefa eða í svona gróðurhúsi, það eru svona hérna flugurnar okkar, humlurnar sem að sjá að fræða blómum. Og þær fljúga á milli allra tómatablómana og þú sér hvað þær eru duglegar, þær eru búin að fræða öll blómin og við fáum alla þessa tómata. Þannig þetta er besti vinnukrafturinn, þeir fara aldrei í kaffi, ekkert að kvarta við laununum. En mjög skemmtilegt að tala bananahús. Já, við förum þangað. Íslenskir bananar, litlir og við ótrúlega bragðgóðir. Þú ekki opna einn hérna. Alltaf bananar svona beint af plöntunni. Aldrei. Og þú eru að brjóta það í bita. Má ég ekki brjóta bara? Maður varar fólk alltaf við því það er svo gott bananabræði þegar bananin fer að þroska svona alveg á plöntunni að þá borgar sig að segja, heyrðu, þú vilt ekki kaupa búðakefta banana. Og þorna svolítið. Og þetta er alltaf tínt áður en aldrei þornar og inn í því eru síðan tvær svona litlar kaffibjörnir. Kúra svona hvorum út í annari. Og þegar kaffið er svona, þá er ekki kaffibragð af þessu. Þannig að það er fyrsta ristabjörn sem framkalla kaffibragð. Við höfum selt kaffi hérna á sumardaginn fyrsta úr baununum okkar. 1 árið til dæmis, þá voru dætur mínar 10 og 12 ára gamlar, þær voru í páskafríi og hérna þær voru sendar hingað niður í gróðurhús með fötu og stiga. Því að það þarf að finna einhver verkefni fyrir börn þegar maður er að vinna á börnin í páskafríi. Þær voru hér að tína af kaffirununum og þær tíndu svona 7 kíló af baunum, það var mjög mikið, það var svona þrúum. Og þær komu í hádeginu og kvörtu og sögðu, mamma, við erum einu börnin á Ísum pín til að tína kaffibönir í páskafríinu. Við sagði bara, já, það er þannig. Svo seldum við kaffið hérna eftir að hafa hreinsað hérna starfsmennirnir, seldum við á sumardaginn fyrsta og við gátum ekki selt það sem fair trade. Nei. Það var alltaf barnaþrælkun. Ég náttúrulega ég er á draumahillinu minni. Já, ég sé það. Er nú bara þannig. Til lukku með það. Og ég er svo heppin að hafa lent á þessari hillu en þess að ég ætlaði nú aldrei að fara í garðyrkju. Nei. En svo bara enda ég hér og þetta er bara æðislegt. Góðir gestir, heim í stofu. Nú er enginn í stofunu nema Valgeir því að við erum komið með gestinn í stólinn hans Valgeirs. Hanna Gurrí Helgadóttur. Velkomin sértu. Takk. Má ég bjóða að skála við mig í sumardrykknum, íslensku vatni og sítrónu. Er þetta íslensk sítróna kannski? Ég býst að hún sé úr Hveragerði. Já, það getur verið. Heldur það? Skál. Gleðilegt sumar. Gleðilegt sumar. Og mikið dásamt að fá þig. Já, takk. Gaman að koma. Ég er svo þakklátt og hérna, þetta er svolítið hérna búið að vera merkileg upplifun að átta mig á því að það er ekki bara tengsl inn í þína fjölskyldur sem ég hafði svo falleg hérna árið. Heldur þá, ég aldrei gleyma þessu stundu þegar þið komið strollandi hér eftir Eyrargötunni. Þið voru bara eins og í skrúðgöngu, þá var heill hópur af fólki sem ættir að rekja til Eyrarbakka og það voru þið. Mundakots fjölskyldan. Já, allt gengi bara. Allt gengi kom á ættarmót. Já. Og svo eftir það var farið á slóðir hérna formaður á feðra. Já, í Mundakot. Í Mundakot. Mundakot hefur á sér mikinn menningarblæ eins og við vitum og þú veist allt um það og ert stolt af þeirra ætt. Algjörlega. Já. Það er náttúrulega föðurætti mín. Já, ég veit. Og þá það sem þjóðin veit ekki og
það vita það ekki svo margir nema þeir sem eru á Eyrarbakka og eru sko hafa helga lífsinu Eyrarbakka og minningum og frá Eyrarbakka að í Mundakoti það var afabróðin eða hvað sem að þarna þjóðin aftur á móti þekkir út frá miklu menningarstarfi sem var útgáfa á Laxnessbókunum. Það var Ragnar í Smára og þetta sem sagt hefur nú haldið uppi svona heilmiklum standard í þinni fjölskyldu og Mundakot að hafa hann sem svona forystumann í fjölskyldunni hvað þetta snertir. Já, það náttúrulega þessu var kannski svona haldið á lofti alveg í hófi en Ragnar kom náttúrulega oft í heimsókn í Mundakot og pappi og hans systkina þau oft tala það að það kom þarna ýmsir listamenn með þeim. Já. Og ég man eftir einnig svo að það var fræg söngkona sem hann tók með sér hérna austur. Íslensk? Nei, hún var frá útlöndum en ég man nú ekki hvað hún heitir. Nei. Nema hún náttúrulega söng þegar hún kom í Mundakot. Það var náttúrulega síðs að þegar kom svona fínir gestir að þá voru þeir látnir performera og sína listið sínar. Já. Og pappi lýsti þannig að þeir bræðurnir að þeir skriðu nú í gott skjól og báðu þess heitast að konan hætti fljótlega að syngja. Það þótti þetta nú ekki merkilega hljóð. Þetta sjálfsagt verið einhver óperusöngkona. Já, en mjög agaðan söng og hátt stemdan kannski. Já, hugsanlega. Ég hugsa sko að amma, Guðríður, ég heiti nú í höfuð á henni og að við væntanlega sem hefur hugsanlega verið á lífi þegar þetta var. Ég veist að þau hefur notið þess meira heldur en þeir þarna bræðurnir. Já, hvað voru þeir gamlir heldur cirka? Ég sko miðað við sögur þá þeir nú verið ungir, svona 6-7 ára, eitthvað svo leys. En það rétt að Gísli Ragnar sem var að skrifa bók, gerði myndina Heimaslóð, hvernig hann þá föðurbróðin? Hann föðurbróðin og hann yngstur þeirra systkina, þau voru sérst 5 og 2 bræður pappa byggu hérna á Eyrarbakka, Jóhann sem að lést því miður fyrir svona 3 árum og hefði orðið 70 núna bara í apríl. Það var sorglegt. Og var svona mikil gleði pinni, alltaf með svona bliki auga. Já, svo skemmtilega. Jóhann í kirkjuhúsinu, almatur, það var sjónasviftir mikil. Svo býr Jón Gunnar hérna á Tungutinni og hans kona, hún Alda. Ósk, föðusystir mín, hún reyndi að bjó nú ekki hérna á Eyrarbakka en býr í Hveragerði. Og svo pappi í bænum og Gísli Ragnar yngstur. Já. Þannig að þetta er ekki alveg réttir í röð. Nei, það er ekki að hafa réttir í röð. Þetta er slektir. En málið þannig að við nutum svo góðs af Gísla Ragnars verkum í þáttunum í vetur og þessi Heimaslóð myndbandið hans og líka það sem að senda okkur af skrifum sínum að það var alveg dásamlegt að geta haldið utanum og fengið innsýn í þennan tíma því að við höfum meira verið stödd á 19. öldinni í Valgeir út frá mínum tengslum hér. Já, þannig að þeir eru aðeins svona færi ykkur við færum okkur nær í núinu. Já. Og þú til dæmis nútímakona? Já, til dæmis. Ég er uppi í dag. Er ekki dagurinn okkar í dag? Við erum ungmeyjarnar. Við erum ungmeyjarnar og svo nú annar dagur sko, ég flaskaði nú á því að ég er að kynna því sem drottningu og garðyrkjukonu og blómadrottningu og að ég flaskaði á því að þetta er þetta dagur. Já, botna þú. Já, við í garðyrkjunni, við lítum að þetta sem svona þjóðhátíðardaginn okkar. Skiljið það vel. Og það kannski helgast að því að á þessum degi þá var alltaf opið hús í garðyrkjuskólanum í Ölfusinu. Já. Og því hann er nefnilega ekki Hveragerði. Ok, fyrirgefðu. Það er ekki þetta fyrirgefðu, ég á heim í Kópavogi, þannig ég hef ekki ágjörð af þessu. En heimamönnum finnst þetta mikilvægt að halda þessu til haga, því að Reykir eru jú í Ölfusi. Já. En það hefur verið opið hús alltaf á sumardaginn fyrsta, bara áratugum saman. Já. Og þetta er annar sumardagurinn fyrsti sem ég er ekki þar að fagna með mínu samstarfsfólki og nemendum og bara öllum þeim sem koma í heimsókn í skólan á þessum degi. Já. Þannig að mér finnst þetta mjög skrítinn dagur. Þetta er svona svolítið eins og að vera með aðfangadag en sleppa því að halda upp í jólin. Já. Þetta er alveg þar. Já. Þannig að þetta er svona dagurinn sem við virkilega fagnum sumri og það vill svo til náttúrulega að í garðyrkjuskólanum að þar er gróðurinn náttúrulega í gróðurhúsunum komin vel að vega á þessum tíma. Já. Og ég hugsa kannski hérna árum áður að þá var fólk að koma bara hérna til að sækja sér svolítið sumar í kroppin. Það var að farið inn í gróðurhúsin og noti hlýjunar og svona hérna fengi forstmekkin á sumrunu því eins og allir vita þá er sumarið ekki alveg búið að kveikja á sig. Hvenær hófst þetta ævintýri gróðurhúsana þarna á þessum stað? Garðyrkjuskólinn er náttúrulega stofnaður hérna 1939.
Henshús, Þar hefur verið ræktun í gróðurhúsum alveg bara frá því að þetta ævintýri hófst og jafnvel aðeins fyrir. Og erum þá að tala ræktun blóma, hvers konar ræktun hófst þarna upphaflega? Upphaflega voru menn nú að svona kannski finna út úr í hvaða tegundir væri hægt að rækta í gróðurhúsum á Íslandi. Já. Því það lá ekki alveg ljóst fyrir. Nei. Menn prófuðu eitt og annað, menn prófuðu til dæmis kaffi og appelsínur og banana og sítrónur. Og ég segi nú ég spurði áðan hvort þetta veri íslenskar sítrónur en við höfum fengið með sítrónur á trénu okkar í Garðyrkjuskólanum. Ég nú svo pínuldi að plata því, Já, ok, ég skal trúa því þetta sinn samt þetta sé. Þú nýtur vafans. Já, ég nýtur vafans, en ég er ólega erfitt með að segja ósatt. Já, ég er ekki góð því heldur. En menn fundu, þetta var náttúrulega tilraunastarfsemi því að það var í raun og veru engin uppskrift af því hvernig við að rækta í gróðurhúsum og hvaða tegundir er best að rækta. Þannig að það var svo mikið frumkvöðlastarf hérna fyrsta árinu þegar menn voru svona bara að þreifa sig áfram og prófa nýja tegundir og fljótlega komist menn að þessari niðurstöðu að það verið sniðugt að rækta tómata og gúrkur því þær gefa afurðir yfir langan tíma. Já. Þá þurftu bara að kenna Íslendingum að borða tómata og gúrkur. Já, það var nú gengið ágætlega svona kannski síðustu ár. Hvort það er ómissandi. Já, ég finnst ekki vera máltíð, maður er ekki með ferskt íslensk grænmeti á borðum. Nei, það er þegar við heimsóttum þig í gróðurhúsina þá sagði þú okkur að íslensk ræktun hún notast ekki við hvað kallar maður þetta skordýra eitur. Nei, menn eru löngu hætti því. Já, þetta vissi ég ekki fyrir þá að það væri alfarið hætt. Í gróðurhúsum alfarið og það er kannski vegna þess að við megum nota við notum okkur lífrænar varnir og það þýðir að meindýrin sem að éta plönturnar að þau eiga í sínu náttúrulega umhverfi eiga þau óvini og við erum að nota þessa náttúrulega óvini til að halda meindýrunum í skefjum. Þetta er stórkostlegt. Og þetta hefur verið í mörg ár þannig að þegar þú kemur inn í gróðurhúsa og bara hvar sem er á landinu þá í gróðurhúsum þá sérðu litla póka eða litla flösku sem hanga á plöntunum og þá er alveg ljóst að menn er að nota lífrænar varnir. Já. Og þetta er bara miklu betra að öllu leyti heldur en að vera að grípa inn í með efnum, hvort sem maður er í lífrænni ræktun eða bara hefðbundinni ræktun. Þannig að þróunin hefur verið svona hjá öllum framleiðendum. Já. Og menn eru ansi flinkir í að fara inn og finna hvaða myndir er í umferð og finna þá hvaða mótherja og setja í þetta stríð og svo byggist upp eitthvað jafnvægi þannig að menn eru bara virkilega flinkir og við náttúrulega erum að kenna okkar nemendum þetta. Já. Og það er mikið sótt í þennan skóla, veit ég? Já, það er náttúrulega metfjöldi nemenda núna og að hluta til að COVID-ið. Fólk er að sækja í nám en við fáum líka nemendur öllum aldri. Fólk sem er kannski yngsti nemendurinn okkar núna, ég held að hann sé 20 og sá elsti er nemendi sem er komin á eftirlaun frá sínu hjúkrunarfræðistarfi. Við Valgeir komum næst. Ég hef bara verið velkomin. Það er aldrei seint að læra. En hvenær byrjaði þú í þarna? Að þú varst að tala 1939? Já, ég fættist aðeins seinna en það. Þannig að ég byrjaði að vinna í garðyrkju sem unglingur. Já. Og var að vinna alltaf á sumrin í gróðurstöð og fannst það bara mjög skemmtilegt og náttúrulega frábært að vinna úti. Já. Ég hefði verið að vinna í fiski áður og það að vera síðan bara úti allt sumar, það var náttúrulega algjör lúxus. Síðan kláraði ég menntaskóla og fór í háskóla og ætlaði að fara einhverja allt aðra leið heldur en í garðyrkju, mér fannst það nú vera langt fyrir meðan mína virðingu. Eftir háskólan áttu? Já, ég sá fyrir mér alveg mörg ár í háskóla og eitthvað svona fínt jobb. Bara læknisfræði? Ég fór nú í lögfræði og verkfræði og hitt og þetta. Svo bara eiginlega áttaði ég mig á því sem betur fer en það var samtilvílun. Ég áttaði mig á því þegar ég fór í heimsókn í Garðyrkjuskólann einu sinni. Þá var það sá sem að ég var að vinna hjá Vernar Gunnarsson í gróðurstöðin sem ég var í. Hann hafði pantað viðtal við yfirkennarinn í Garðyrkjuskólanum. Já. Og við vorum að leiðinustu fyrir fjall og svo bara alltaf keyrir hann upp í Garðyrkjuskóla og segir ég er búin að fá viðtal fyrir því hérna. Og ég hvað meinar eina? Já, ég held að þetta er bara skella þér í skólan og ég var alveg hoppandri. Það er bara taka tók alveg völdan að mér og við förum hérna og ég tala við yfirkennarinn þegar ég labbaði inn í Garðskálan Reykjum og þá var þetta svona
þá bara einhvern veginn var lyktin og andrúmsloftið og bara tilfinningin að labba þarna var alveg einstök. Já. Og ég vil ekki segja þetta hafi verið svona trúaleg upplifun en ég bara fann allt í hennu, já, þetta hillan mín. En ég einmitt sko að þú segir trúaleg upplifun, við fórum svona í trans þegar við komum heimsókn til þín og fundum einmitt bara smellina og lyktina og rakan og allur pakkinn og þetta bara alveg stórkostlegt en líka bara þetta með sko gróður og ræktun og sálin okkar. Að þetta eins og þú veist að þá ég námsráðgjafi, það mitt starf og ég man alltaf eftir því að þegar ég var að læra starfsánægju þá kom það í ljós að þeir sem mældust með hæstu starfsánægju væru það heit gardening, þeir sem voru að stunda garðrækt eða garðiðju. Þannig að þetta sem sagt er mjög gefandi að sjá hlutina dafna og vaxa, væntanlega. Alveg stórkostlegt. Já. Svo þetta líka bara svo fjölbreytt og árstíðarnar eru ólík verkefni eftir því hvort það er vor eða haust og vetur og sumar. En segðu mér að því að nú ert þú hér, þú eiginlega teygjur peysunni þinni. Fjólupeysunni? Já, vegna þess að þú varst með mér og þá varstu í það sem þú prjónaði sjálf. Já. Það fjólurnar. Þetta er tákn skólans. Já, þetta er í raun og veru í gamla lógói Garðyrkjuskólans. Áður en hann var hluti af Landbúnaðarháskólanum. Að þá var það íslenska fjólun. Já. Og ég hef alltaf verið mjög hrifin af fjólunni og þetta var mikið uppáhaldsblóm hjá ömmu. Já. Hérna Eyrarbakka. Það var sendur upp á mýri að ná í fjólur og svo sett hann þetta niður í garðin hjá sér og árið eftir að þá voru fjólur þá farnar eitthvað annað. Þær eru eins og þær Íslendingar, þær vilja velja sjálfar sinn vaxtarstað. Já. Og þú vildi það reynda líka, lengi vel. Já, algjörlega. Já. Þannig að fjólan stendur bara hjarta mínu nærri. Ég sé það og minna þú gerir þetta sjálf sérstaklega í tilefni dagsins. Já, sjálfsög. Það er sumardagurinn fyrsti, það er garðyrkjudagurinn og þannig að fer maður í fjólupeysu. Ekki spurning. En þannig ég er að spá í sambandi með gróður og þarna íslenska náttúru að nú erum við að tala börn og barnadaginn og síðan garðyrkjudaginn, hvað segir? Það er þjóðhátíðardagur garðyrkjunnar. Þjóðhátíðardagur garðyrkjunnar og barnadagurinn og þá segjum við sko tilgangur sko alls þessa hlýtur að vera einhvers konar vöxtur, barna og gróðurs. En hvaða tilgangi gegnir gróðurinn á þessari jörðu? Er þetta stórt spurt? Já, þetta er nú bara undirstaða lífs á jörðinni þannig að það er ósköp einfalt svar. Já. Það er súrefnisframleiðsla í grunninn og svo skjól og fæða númer 2. Já. Og svo getum við fara bara niður eða upp píramídan eftir við þurfum að það eru grunnþarfirnar, súrefnið, svo er það maturinn, svo er það skjólið, svo er það gleðin og ánægjan. Já. En síðan er eins og eins og því fekk fuglamennina til mínum daginn, fuglasnillingana hér, að þá spurði ég þá hvort að þeir væri til einhverjir óvinsælir fuglar. Eru til óvinsæl tré, óvinsæl blóm? Já, og það er alveg til sér heiti yfir þetta allt saman og það er kallað illgresi. Já, og það er nefnilega málið og þá hef ég nefnilega heyrt sko að það sem er kallað illgresi hafi í raun fyrr á tímum verið notuð til lækninga. Það er náttúrulega bara allur gangur á því sko. Í raun og veru getum við sagt að illgresi er bara planta sem er á þeim stað þar sem hann á ekki að vera. Já, það er mjög flott skilgreining. Það er góð skilgreining vegna þess að við náttúrulega viljum skipuleggja okkar garðumhverfi. Já. Og það vil nú hver og einn vera húsbóndi í sínu garði, þetta er svo sínu heimili og þú velur húsgögn á kostgefni og svo velur plöntur á kostgefni og allt þetta. Já. Þannig að ef það er einhverja plöntur sem eru með sko frekju og yfirgang í garðinu að það náttúrulega viltu síður hafa þær. Já, en það geta verið gullfallega plöntur sem að standa sig vel og eru skrautjurt í garði hjá einhverjum öðrum. Já. En það er bara því þú valdir ekki að hafa þær í þínum garði. Já. Og það er svona svindlið sér inn að þá er það illgresi hjá þér. Þannig ég hef komið í garð þar sem að aðal illgresi var hlinur. Já. Og hlinur er einhvern veginn svona tréð við Vonastræti í Reykjavík, fallegasta tré okkar, það er draumatré okkar Íslendinga, þessi stóra fallega króna og svona traust og gamalt tré og ótrúlega fallega og okkur langar öll í svona tré. Já. En í þessum garði þá var þetta illgresi.
Þannig að það var garðeigandinn að tína upp fullt af litlum hlinplöntum sem að höfðu fjölgað sér í garðin. Já, hugsa. Þannig að það getur verið, illgresi getur verið af ýmsum toga. Það er einn skilgreining atriði eiganda eða eiganda þeirra jarðar eða... Já, það er þannig. Já. Og mikið af þeim plöntum sem að við erum að rækta sem skrauturtir í okkar görðum, að því þeir eru harðgerðar og duglegar og standa sér vel við íslenskar aðstæður og það er vissulega áskorun. Já. Að þetta er argast illgresi í nágrannlöndum okkar. Já. En hér eru þær bara penar og fínar og halda þessu við sínum stað í garðinu. Já. En þær eru eins og segir margar hverjar harðgerar og þurfa að vera það á Íslandi. Já. Og svo erum við að tala þessar jurtir sem við sjáum á fjöllum uppi eða út á heiðum. Þar sem að rokið hvín og kuldin sverfir að þær lifa og þær falla í jörð og lifna á ný. Já, það er náttúrulega eðli margra plantna að þær lifa í raun og veru rætun að lifa veturinn af. Já. En yfirbyggingin fellur. Já. Svo bara núna þegar vorið kemur að þá einhvern veginn sjáum við þetta koma upp úr sverðinum. Já. Og það er, sko, því þeir eru nú svo fallega vorgræn hérna hjónin í dag. Þetta er liturinn, vorliturinn. Fyrstu spírurnar sem eru að koma upp á vorin, það er akkurat þessi litur. Já. Mér finnst það æðislegur. Takk, við gerum þetta með þig í hug, elskan. Já, það er vorgræn. Við fáum að fengum þið alveg Eyrarbakka. Þú ert afleggjari. Ég er náttúrulega afleggjari og Eyrarbakka afleggjari. Ég líka. Já. Og við erum bara, ég er mjög kátt að tengjast þér á þeim forsendum. Já. Það er einmitt, sko, það eru ótrúlega sterkar taugar til Eyrarbakka. Ég var mikið hérna sem krakki þegar amma var á lífi. Já. Var hérna í sumafríum og páska og svo oft helgar. Og þá var það þannig að við systrum voru settar upp í rútu og frændur mömmu úr Biskupstungum þeir keyrðu rútuna. Og þeim var sagt að setja okkur út hjá Mundakoti. Já. Svo satt maður í rútunni og svo var manni bara hengt út í Mundakot. Og einhver er fagna? Já, amma tilbúið með pönnukökur og eitt og annað. Já. Og ég held að svona mín fyrsta, og ég veit að mín fyrstu skref í ræktun voru náttúrulega hérna á Eyrarbakka. Hér var mikil hefð fyrir náttúrulega kartöflugörðum og rófur. Gulrætur. Amma ræktaði gulrætur og seldi. Hún gerði það? Já, og það skrifaði mjög þekktur blaðamaður í dagblaðið einu sinni og svo fréttin var klippt út. Jú. Og geymt upp í ískáp að bestu gulrætur í alheiminum og þótt víðar verið leitað væru hjá henni Guðríði Mundakoti. Ömmu fannst þetta æðislegt. Ég trúi því. Já, en mér fannst þetta alltaf bestar stólfnar. Ég var minna svona í gulrætur svo sem ekkert spennandi en ef maður stal þeim. Já, það var eitthvað við bragðið og sama var með rabarbara sem að ömmu var náttúrulega átt en ég var komin sko hátt á fullorðins ári þegar ég áttaði mig á því að sennilega hefur sykurkarið í glugganum við útidyrnar ekki verið þarna tilviljun. Því maður rændi sér rabarbara, náði sykurkarið, dýfði endanum og borðaði þetta alveg sérlega ljúfett. Þetta er falleg saga. Já, og fallegar minningar. Já, og svona í huganum og þá er einhvern veginn alltaf sól á Eyrarbakka þegar maður krakki. En ég held að sé allstaðar höllum bara. Æsku minningarnar. En það sko Eyrarbakki nefnilega hefur og Eyrarnar hérna hafa sérstöðu og þessi sko eins og við segjum alltaf þegar við komum akandi hérna þrengslinu og erum upp á fjallinu að þegar við sjáum sólskinsbletti í heiði en þá er það sólskinsblettir á eyrunum. Já. Og það er bara þannig, það er önnur veðrátta. En fólk telur ofta hér sé bara rók og því að hafið er hérna þetta beint fyrir hliðina okkur. Það fólk hefur ekki verið hérna í stillunum á kvöldinu og hérna heyrt í briminu og vakna við það á morgnana og lyktin sem er svo æðislega og það er bara svo mikið andrými einhvern veginn þetta. Þannig ég er nú ekki hissa á því að listrænt fólk eins og þið setjist á Eyrarbakka og njóti innblástus. Og þú kemur sem oftast ekki satt. Og með þitt fólk? Sko, ég kem allt og sjaldan. En þú ætlar að koma, segi ég. Já, þú ætlar að koma til okkar aftur. Já, alveg. Þá ætlar ekki að hafa svona hljóðnema og neitt. Við skulum bara koma. Ég er til að koma í kaffi. Og förum bara hérna út á hamingjubekkin. Það er bekkur hérna rétt hjá okkur sem við köllum hamingjubekkin. Sem að við er bara á brúninni á Varnagarðinum. Já. En nú held ég að þessi ungi maður sem að ég er búin að búa með hérna og verður 70 að ári, 70 vetra var það, að hann ætlar að flytja þér lag
Já. og þetta lag hefur enn ekki flutt mjög oft svona upp á síðkastið en ákvað að flytja það vegna þess að þú varst væntanleg og fyrir þig alveg sérstaklega og nú skalt þú bara vera stilt og góð Ég fæ mér hérna sopa sítrónu vatninu góða. og lyftu glasi Já. Mátt þú segja frá? Er ég komin? Já, ég er komin. Þú ert komin í mynd. Já, ég fór ekki neitt, en samt er ég komin. Þetta lag er, ég ætla nú bara að segja þið frá því að ég var einu sinni þegar ég var 7 ára gamall, þá var ég í 2 mánuði á Garðyrkjuskólanum í Hveragerði, þar sem að frændi minn Vilhjálmur Einarsson, þrístökkvari með meiru, og hans félagar voru með svona íþrótta, hvað var maður að kalla það, svona íþrótta... Þjálfunarmót? Námskeið, íþróttanámskeið. Það hét ábyggilega ekki námskeið þá daga. Nei, og þarna ég man þetta, og þetta var alveg stórkostlegt. Starf hétta, sumarstarf, íþróttastarf. Já, þetta var, og ég sem sagt var þarna sko að því að ég var frændans, þá svaf ég sem sagt inn í litlu herbergi einhvers staðar á vindsæng með honum og félagans Höskuldi Goða og svo komu hópar og fóru en ég var alltaf þarna. Það var mjög skemmtilegt og það var farið í sund og þarna kom sem sagt sko frægasta fótboltalið Rússlands, Dynamo Moskva. Þeir komu til þess að spila einhvern leik og svo komu þeir þarna og ég man eftir sko að mér var bent á sem að það var besti markvörður í heimi. Já, hann bara leit svona frekar út bara svona eins og venjulegur maður. En hann hefur verið fallegt blóm. Alveg, menna á maðurinn, það komst að, menn gátt ekki skorað hjá honum, hann var svo góður. En hann var mennskur sem. Já, það held ég. Þeir voru þarna og voru svona... En hvaða lag ætlar að syngja fyrir hérna? Já, þetta er lag sem var tekið upp og samið árið 1977. Hvað varstu þá, 8 ára? Já, ég er á afmæli mjög seint í árinu. Já, ég ætla að byrja með að vera ekki að hlýða yfir aldur. Ég er 7 ára alltaf ára, ég er nefnilega því á afmæli áramóti. Já, Þú ræður sínum aldri. Þetta er sem sagt lag með spilverki þjóðanna sem heitir Gul og rauð og blá. Hefurðu heyrt þetta lag? Örugglega. Já. Og þetta er sem sagt minn gamli góði vinur Sigurður Bjóla, hann var svona hann samdi sem sagt textan og svo kom ég inn svona með einhver svona semja, já, þannig að við eigum þetta saman, en það var allt, þetta var bara svona eins og í kommunístaríkjunum, það áttu allir allt saman. Og Stokkseyramadurinn, Sigurður Bjóla, nú býr hann í næsta þorpi. Það er ég. Já, og hinni Eyrinni. Á Stokkseyri. Já. Þetta er sem sagt gul og rauð og blá. Í lífsins garði vaksa blóm. Ég er í vitlausri tóntegund. Ég fattaði það strax, ég hefði aldrei getað klárað þetta. Já, ég tek þetta hér, sko. Í lífsins garði vaksa blóm, gul og rauð og blá. Eitt er lítið, annað stórt, einum leyfist, annar ekki má. Þau eiga öll sín leyndarmál sem enginn vita má. Ein er rós af Herrans náð, önnur bara vesöl Baldurs brá. Þau dreymir sumarlangt, meira sólskin lengri dag, safaríka jörð, betra líf á betri stað.
Í lífsins garði uxu blóm, gul og rauð og blá. En vetur kóngur lagði þau á leiði lífsins, gul og rauð og blá. Er þetta ekki einhvern veginn svona? Þér til heiðurs. Takk fyrir. Heyrðu, takk fyrir mig. Þetta er svo gaman. Þetta er dásamlegt. Ha. En þarna kom einmitt fram að ein aðeins Vesöl Baldurs Brá. Já. Og þá sem sagt að þetta er nú blóm sem að Þetta er er í þitt. minni fjölskyldu. Já, þú ert Baldursbrár manneskja. Ég er kona Baldurs Brá. Baldursbráin hittir fjóluna. Já, ég ætla að segja þér, ég nefnilega er hér með gjöfandavél, Já. þakklætisvott og ekki bara þakklætisvott, heldur líka þetta er tengingin við rótina, við Eyrarbakka að hluta, því að þetta er saga formæðra minna sem að þarna ég skrifaði fyrir 3 árum. En þessi kona hér sem er föður amma mín, Kristrún, að hún samdi bæn sem er í þessari bók Baldursbrána. Og bænin hljómar svo: Guð verndi öllu illu frá, elsku litlu Baldursbrá, hún er ósköp sæt og smá, sinni mömmu dúnu hjá. Þetta höfum við í fjölskyldunni, þessa bæn, kennt öllum okkar börnum og ég heiti nú Kristrún eftir henni, þannig ég gat sagt mömmu dúnu hjá, því ég var kölluð Ástadónu, en Guðríður, Helgadóttir, Gurri, hér færi ég þessa bók og ég veit að þú spænar hann í þig. Já, ég les hann í kvöld. Já, ég vissi það. Þú ert svo snögg. Ég er hraðlæs. Ég veit það. Það er ættarni. Já, og þú Við ert, erum snöggar að lesa systurnar. Já, það má segja það. þú ert yndisleg og bara hjartans þakkir fyrir að koma. En nú ætlum við nefnilega að kveðja Gurri Já. og þá ætlum við að fá hér núna lítinn barna leikþáttung, er það ekki rétt, Sindri? Já, þetta er sem sagt lítill leikþáttungur í tilefni barnadagsins og tilefni kannski tengist eitthvað sem við tölum að uppalegum, þú og ég veit ekki, því þetta er allt á Sindra vegum. Sindri nefnilega hann töfrar fram henni ólíklegustu hluti. Já. Takk, Gurri. Takk fyrir að hafa mig. Takk. Í gamla daga þú skiptist árið í tvennt, sumar og vetur. Og sumardagurinn fyrsti var byrjun ársins. Hvernig er þessi hestur 13 vetra gamall? Þannig að sumardagurinn fyrsti eru svo afmælið allra. En í gamla daga voru sumargjafirnar öðruvísar en í dag. En í Vestmannaeyjum fengu konurnar sumardagsfisk. Hvernig gengur? En við erum eiginlega ekki í Vestmannaeyjum. Á sumardaginn fyrsta í gamla daga voru alltaf haldnar messur. Nei! Nú er nóg komið! Þangað til að Danirnir fóru í fíla og bönnuðu messu. Stopp! Undir eins! Sumardagurinn fyrsti var líka kallaður ungismeyjardagur. Þá gáttu strákarnir sagt hvernig þeim voru skotnir í. Sjáuðu, þarna er hún! Vá! Er þetta slaufar frá mér? En í dag er sumardagurinn fyrsti dagur barnanna. Og er búinn að vera þannig í 100 ár. Gleðilegt sumar! Gleðilegt sumar! Gleðilegt sumar! Gleðilegt sumar. Hvað?
basli lokið. Valgeir Guðjónsson búinn að koma sér fyrir í stólnum til að kveðja ykkur yndislegu gestir. Við erum búin að kveðja Gurrí, hundurinn hætti að gelta og nú tekur við kveðjustund með lagi sem að tengist þessum degi, sumardeginu fyrsta, barnadeginum og þjóðhátíðardegi garðyrkjunnar. Eða garðyrkju, hvað Gurrí er nefnilega ekki farin alveg. Garðyrkjunnar? Já, þjóðhátíðardagur garðyrkjunnar, barnadagurinn. Og svo það Valgeir Guðjónsson og fólki í grænufötunum. Gjörðu svo vel. Já, Valgeir á grænni treyju. Þetta fallegt lag eftir Inga T. Lárusson við kvæði Páls Ólafssonar. Þetta eru Austfirðingar, þangað sem móðurkynnið mitt kemur frá. Og þetta eiga nú allir að kunna og þekkja og elska þetta lag. Þetta svo fallegt lag og fallegt kvæði. Og þetta sem sagt Ó blessuð vertu sumarsól. Heitir reynda sumarkveðja. Ó, hvað með við? Já. Ó blessuð vertu sumarsól, sveipar gulli dal og hól. Og gillir fjöllin himinn há og heiðar vötnin blá. Nú fossar lækir unnir ár, sér una við þitt fyrsta ár. Nú fellur heitur hattur þinn hvíta jökulkinn. Þú klæðir allt í gull og glans, þú glæðir allar vonir manns, og hvar sem tárin þig á kinn, þau kyssir geislinn þinn. Þú fyllir dalinn fuglasöng, nú finnast ekki dærin löng. Og heim í sveitir sendur þæ, úr suri hlýjan blæ. Þú frjóvgar gleður fæðir allt, fjöll og dali og klæðir allt. Og gangið undir gerist kalt, þú þá grætur því líka allt. Ó blessuð vertu sumarsól, sveipar gulli dal og hól. Og gillir fjöllin himinn há, og heiðar vötnin blá. Og nú bara óskum við öllum gleðileg sumars. Þetta lag, Valgeir, þetta þvílík blessun inn í okkar aðstæður í dag. Já. Og nú þetta óðurinn til okkar íslensku náttúru og sólarinnar og sumarsins sem framundan. Og við ætlum að ferðast innanlands og við ætlum að láta okkur líða vel og einmitt hafa í huga þessi gömlu viðmið, náttúran, hjartað og kærleikurinn. Og gróðurinn. Og gróðurinn henni Gurrí. Gleðilegt sumar og takk fyrir að vera með okkur í stofinni og bara njótum sumarsins sem allra best. Ég gerir bara eins og hipparnir og segi bara Peace. Friður sínu yfir. Í lífsins garði vaxa blóm, gul og rauð og